Fáir tóku orð hans alvarlega, en hrakspár hans rættust og þegar komið var í óefni var hann kvaddur á vettvang og farið að bjarga því sem bjargað var. Þá greip hann fyrst til þess vopns sem lengi hafði dugað honum best, ræðu snilldarinnar. Í hverri þing og útvarpsræðunni á fætur annarri beitti hann orðkingi sinni og tókst að vekja með þjóð sinni og þeim þjóðum á meginlandi Evrópu sem viðuðu við loki nasismans nýja von og trú á að sigur ynnist að lokum. Fyrstu sigrar hans í embætti forsætisráðherra voru sigrar orðsins, eða eins og einn höfundur orðaði það, hann fór í stríð með enska tungu af vopni og vann. Eftir 5 ára þrotlaus átök stóð hann uppi sem sigurvegari og var hylltur víða lönd sem bjargvættur Vesturlönd. Þá birtist hann okkur á frétta og ljósmyndum sem aldinn en brosmildur höfðingi, gerðu sigurmerki fræga vaff með vísifingri og löngutöng og hélt gjarnan á stórum vindli ættuðum og rómönsku amri. Það var óaðskiljanlegur hluti ímyndarinnar og sömuleiðis einkennisbúningarnir sem hann klæddist gjarnan á stríðsárunum og sumir kölluðu yfirlæti. Í þessu efni verðum við að hafa hugfast að seinni heimsstyrjöldin var söguleg gæfa Churchills, ef svo má að orði kveðið. Á styrjaldarárunum fékk hann tækifæri til að sýna og sanna hvað í hann var spunnið og láta ljósið skína. Hefði styrjöldin ekki brotist út og hann ekki orðið forsætisráðherra væri hans nú minnst sem eins af fjölmörgum meðalmönnum í breskum stjórnmálum, mönnum á borð við A.J. Balfour, F.E. Smith og Ralph Butler. Og vel má vera að margir minntust hann helst fyrir það sem miður fór á stjórnmálaferli hans til að mynda herförina til Hellusunds 1905. Á stríðsárunum var hann, ólíkt mörgum öðrum breskum forsætisráðherrum, goðsögn, maðurinn sem fólk mundi eftir og flestir töldu standa í þakkarskuld við. Má í því viðfangi benda á að hvorki Herbert Asquith né David Lloyd George, sem voru forsætisráðherrar í fyrri heimsstyrjöldinni, hlutu sömu stöðu og voru þó báðir virtir og farsælir stjórnmálar. Þá skorti hins vegar persónutöfra Churchills og hvorugur gat talið sérstakur víkingur á Reyðarfirði. Takk fyrir. Jón, þú ert kannski tilbúin til þess að taka við einhverju fyrirspurnum? Já, ef að... Menn hafa einhverja spurningar? Já. Jón, Já. hvernig valdist þú til verksins að skrifa þessa bók? Þú var að spyrja Guðna. Við vildum fá einhvern sem kynna að skrifa fyrir venjulegt fólk. Í hópi okkur fræðimanna er það ekkert sjálfsagt.